fyrir. Komið þið sæl, kæri gestir, takk fyrir áhugaverða ráðstefnu og mjög áhugaverð erindi, sérstaklega fyrir hádegi varðandi skordýr og fleira. Ég mjög áhugasamur skordýr sjálfur. Það er mjög gaman að heyra þetta. En já, ég kem sem sagt frá Resource International umhverfisverkfræðistofu í Kópavogi og mig langar að segja ykkur örstutt frá því hvað við erum að gera varðar lífrænar aukaafurðir. Fyrst örstutt fyrirtækið á höfuðborgarsvæðinu, Urðaður á Álfsnesi og búið að vera þannig í langan tíma. Og þetta er þannig sem frekar einföld aðgerð, úrgangurinn hann er bara baggaður og staplað saman og svo er bara grafið yfir og lokað. En ekki nóg með það, það er hellingur af lífrænum úrgangi sem er í okkar heimilsúrgangi og þegar hann fer að brotna niður undir yfirborðinu þá fer að myndast metangas og koltvísýringur sem eru bæði gróðurhúsalofttegundir, svæsnar. Þannig að það sem Sorpa er að gera, hún er að safna gasinu af á urðunarstaðnum, safna því saman, hreinsa það og selur sem eldsneyti á bifreiðar. Og þetta er aðal uppspretta metaneldsneytis á höfuðborgarsvæðinu. Og það sem við erum að gera, við erum að mæla gasgæðin sem er að koma frá haugnum, greinum gögnin mánaðarlega, stillum söfnunarkerfið af og veitum svo að auki almenna ráðgjöf hvernig við erum að halda áfram og sinna viðhaldi og reka þetta kerfi. Og okkar markmiðurinn í þessu er að hámarka endurnýtingu lífræns úrgangs í formi metangas. Meðan þetta er allavega svona og ekki betra en að þetta er bara þá viljum við gera sem best úr þessu. Að auki erum við að reka hreinsistöð Coca-Cola European Partners Iceland, áður þekkt sem Vífilfell, en þar reka þeir eina fullkomnustu skólphreinsistöð landsins fyrir allt sitt frárennsli, bæði frá framleiðslu og almennri notkun. Og þetta er rauninni bara snýst að sinna daglegum mælingum á rannsóknarstofu, stilla hreinsunarferlið af og vakta virknina. Og með því viljum við ná því að vatnið sem kemur út sé rauninni bara nánast meinlaust. Það er allavega miklu hreinna heldur en þegar það kemur svo aftur út eftir klettagarða og fer út í sjó, því miður. En það er óskandi að önnur fyrirtæki tæki sér þetta til fyrirmyndar og hreinsi virkilega affallsvatn sitt, láta ekki bara fara út í sjó. En þessi stöð er þannig séð opin öllum sem vilja fá að kynnast eða við hafi ekki vitað þetta áður, þannig að ekki hika við að hafa samband. Þá að nýtingu lífrænna aukaafurða. Okkar sérsvið nú og enn meiri framtíðinni er á þessa leið. Þannig að við viljum geta tekið lífræna massa sama hvað formi hann er, sama hvaðan hann kemur. Og við viljum rannsaka hann með tilliti til hvert hann ætti að fara, hvar er honum best komið fyrir, bæði með tilliti til næringarinnihalds, orkuinnihalds, fjarlægðar, magns og svo ýmsar annarra þátta. Og þá ættum við vonandi að geta fundið út hvað er honum best komið fyrir. Á hann að fara í lífdísil, á hann að fara í fóður, á hann að fara í metanframleiðslu, moltu eða jafnvel orkuvinnslu. Og svo náttúrulega margir aðrir leiðir sem hægt er að fara eins og við erum búin að sjá í dag. En þetta er svona kannski grófari leiðir en ekki að draga ensím og kollagen úr gróði sem er frábær aðferð, en þetta er kannski aðeins stærri skala, má segja, og kannski svona grófari. Við erum ennþá að reyna að tala úrgang, við erum þannig ekki ennþá jú, það má segja þetta séu lífrænar aukaafurðir, en þetta er kannski svona úrgangsfarvegir. Og talandi svo sjávarútveg sem er búið að vera mikið rætt í dag, þá erum við svo heppin að fengið styrk frá AFS, rannsóknarsjóði sjávarútvegi, sem tengir sig með því að rannsaka hvernig við eigum að nota fiskúrgang til að búa til lífeldsneyti. En við erum búin að heyra að fiskúrgangur er notaður á marga vegu og búið að batna afskaplega mikið á síðustu árum, öll nýting. En það er ennþá hægt að gera betur og ein leið er að athuga hvort og hvernig við ættum að geta búið til lífeldsneyti, þá væntanlega lífdísel og jafnvel metangas, sem væri þá annarkvort hægt að nota sem staðbundið eldsneyti fyrir fiskvinnslur eða
eða fiskimjölverksmiðjur eða þá sem eldsneyti á flota. Og það sem við munum meðal annars gera eru metangerðarpróf og meta uppruna á tegund úrgangs, hvað höfum við til að vinna úr, fjarlægagreiningar og aftur á þetta, já, en eins og ég segi, þetta er mestmegnis líf eldsneyta. Við erum að hugsa sko, hvað orkuinnihaldið, hvernig getum við breytt úrgangi yfir í eitthvað sem við getum skipt út fyrir annars vegar bensín, dísil eða steinolíu. Og þannig að okkar markmið í þessu verkefni að finna fiskúrgangi sem hagkvæmastan farveg fyrir umhverfi efnahag. Og það má með sannir segja að það má að auki nefna ætla ég að segja að okkur vantar meira þessa starfskraft í þetta verkefni. Þannig ef einhver áhugasamur svona verkefni þá má hann bara hafa samband. En ef þið vissuð ekki að þá allavega lífræn úrgangur nú þegar notaður í eldsneytisframleiðslu, meðal annars lífdísil framleiddur á Íslandi og hann notaður sem íblöndun í venjulega dísilolíu, 4% að ég held allavega, samkvæmt reglugerðum. En svo Sorpa að fara að byggja gas- og jarðgerðarstöð á næstu 2 árum sem mun taka við heimilisúrgangi af höfuðborgarsvæðinu og búa til metangas úr honum. Þarna erum við komið fyrstu stöðin á Íslandi sem við munum virkilega svona á stjórnaðan máta búa til líf eldsneyti. En í dag þá raunir bara gerist þetta allt undir jörðin og við höfum enga stjórn á því hvað gerist, við bara getum stjórn á hvað við fáum mikið og svo á einhverjum tímapunktum mun það vera búið, það er alveg vita. En þarna kemur stöðugt flæði af úrgangi, við erum svo duglega að búa til rusl, þannig að hér kemur eitthvað, það þarf að gera eitthvað við þetta og svo allt í nú komin möguleiki á því að nýta svo aðra tegund úrgangs með. Það þarf ekki bara að vera heimilisúrgangur, það er hægt að nýta aðra tegundir. Þannig að þarna allt í nú svona komin mun opnast ný vídd fyrir okkur hérna og varðar meðhöndlun lífrænum úrgangi þegar þessi stöð verður loksins komin og farin að virka. Og það mun að sjálfsögðu vera rannsóknarverkefni á Döfinni tengd þessari stöð sem við munum vonandi vinna að og svo nemendur frá háskólum hérlendis og erlendis. Þannig að það eru spennandi hlutir í gangi þar. En að lokum þá langar mig að segja ykkur að við erum allavega með 2 rannsóknarstofur, aðra upp á Álfsnesi og aðra sem mun vera sett upp núna á haustmánuðum í Noregi sem mun vera sérhæfðar í greiningum á lífrænum efnum, þá aðalega hráefni fyrir metanframleiðslu frá fráveitum og skorphreinsunum og svo fyrir helst lífrænar oljur, fitur úr matvælaframleiðslu, nota matarolju sem var hægt að nota í lífdísel og fóður og svo fleira. Þannig að við erum allavega að reyna að gera okkar partí að nýta betur það sem fellur til og minnka umhverfisáhrifin af okkar veru hér á jörð. Takk fyrir. Takk kærlega, ég held að við höfum tíma fyrir eina spurningu. Já, Halldór Runnarsson heiti ég, var formaður í verkefnanefnd fyrir Nordbíó-áætlunina og mjög ánægður með hvernig til hefur tekist með framkvæmd þessarar ráðstefnu í dag og þakka bara öllum þeim sem að koma að skipulagningu henni. En spurningin er hérna, þú minntist á í sambandi við þessa gas- og jarðgerðarstöð Sorpu. Margir sem hafa áhyggjur af því að með því konsepti sem er núna varðandi þessa stöð að þá muni fara svo mikið af alls konar mengandi efnum inn í stöðina að pródúktur sem koma út verði ónothæft sem jarðgerðarefni eða jarðvegsbætandi efni. Og þannig að spurningin er því kunnugt hafa verið gerðar áætlanir í hvað hægt er að nýta þessa afurð sem á að koma úr stöðinni. Eða eru rannsóknir fyrirhugaðar á því og er til plönum það, hvað verður svo afurðina? Ég persónulega myndi ekki vilja svara þessu beint því þetta er algjörlega á hendi Sorpu. Við erum enn sem komið bara að vinna með gassöfnunarkerfi en það er alveg rétt hjá það mun fara blandaður úrgangur. Það mun að vissuleyti reyna að hreinsa sem mest út en þá eftir og það munu verða að gera mikla rannsóknir og ferli mun væntanlega verða besta að því leyti að það verði hægt að nýta bæði gas og jarðvegsbæti úr þessu en það verður bara að koma í ljós. Ég geti mér ekki svara þessu betur í dag. Þakkum fyrir. Kærlega.